Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Ég heiti ennþá Axel Pétur Axelsson og þið eru mætt hérna á Frelsi TV. Við látum mig vita hvort að hljóðið og græjurnar séu í lagi hjá mér. En við erum ennþá svolítið stödd í Úkraínu og maður er búið að læna það. Ég er svo sem ekkert voðalega langt frá Úkraínu. Það er ykkur 1500 kílómetrar held ég eitthvað leið. Það er nú ekki meira en það víst. En það er alveg svakaleg þoka í þessum átökum. Stríðsþoka eða fog of war eins og þau kalla það. Það er eiginlega bara ekkert sem hægt er að segja já, takk, hljóðið í lagi, gott að vita því að það er eiginlega bara það er bara næstu ekkert hægt að segja því það er svo mikið af blekkingum og vídeóin eru öll meira og minna fölsuð og þetta er allt saman bara einhver misskilningur sko. En ég er búinn að kjúa upp svolítið af svona já, ég bý cirka hér það dregur línu á milli Stokkólms og Oslo, þá er ég cirka þar en Úkraína er svona einhvers konar eilíðar vandamál í heimsmálunum og ég ætla kannski að byrja bara á því að spila smá vídeó á gaur sem ég veit ekkert hver þetta er. Ég veit ekkert hvort að þetta er einhver agent og þá veit ég ekki alveg meðlega hvoru megin þetta vera. Það meikar ekkert sens í því samhengi. Er hann einhver agent fyrir Rússa, er hann agent fyrir Úkraínumenn eða CIA eða MI6 eða ég átta mig ekki alveg hvaðan hann ætti að koma þar. Já, þetta er fréttin. Þeir eru bara að koma sterkir inn eða Magga fína, hún er bara alveg að negla þetta sko. Ég fyrir kannski að hafa samband við hann að bjóða mig fram í tæknimálinn. Þetta er það gott hjá henni. En hlustum á hvað þessi gaur er að segja. So it's about 9 a.m. on Monday, February 28th, 2022. As you can see, that's the VIP club of the Premier Palace Hotel. I'm walking down to Krещатик, and I'm going to the supermarket to get some food. They've announced that it's okay to go to supermarkets and pharmacies. The problem that we're having is that because of the weapons that the Zelensky regime handed out willy-nilly in the last few days, a lot of criminals have these military-grade weapons. Það er næstu það sama og ég sagði síðast. Að þetta er sko, síðast var ég að efast með þessu að Rússa væru komnir inn sko. En það hefur nú aðeins aukist fréttirnar af því, þannig að sennilega eru þeir komnir inn. En munið þegar að Rússar voru að raða sér niður við landamærin. Rússar voru á þeirra eigin landi sko. Þetta er ennþá Rússland sko. Þeir voru að sitja alls konar hergögn hér, hermenn og hardware allt þar og svo í samvinnu við Hvíta-Rússland voru þeir að sitja allt svona hér og svo voru þeir náttúrulega að sitja inn í Krím. Er eitthvað puntalína skrítið. En það sem er að gerast núna, sjáum hér að Bandaríkjamenn að koma með vopn á landamærin hinum megin
og það enginn að tala það einu sinni sko. Hérna menn bara ánægðir að fá vera herteknir sko. Menn ánægðir og fagna því. Fólk bara full að taka selfies. En þetta sem sagt bandaríski herinn að raða sér niður hérna megin á hjá Pólandi sko. Á þessum landamærum bandaríski herinn að raða sér niður. Og ef að það var gagnrýni vert að rússneski herinn var að raða sér hérna niður á sínum eigin landi sko, þetta Rússland, skilur. Ja, hérna, veitum við hvað stendur Rússland hérna? Hérna Rússland, og svo rosalega stórt land maður. Að meðan þeir voru að setja sér niður hérna á eigin landamærum, innan síns eigin land, þess landamæri sín megin. Hvað átt að segja Bandaríkjamenn sem sko hinum megin á nettinum landi þeirra að raða sér hérna niður? Það hlýtur að vera meiri háttar ögrun við ástandið. Og þessi gaur nokkuð nærri lagi sko. Ég var líka að segja ykkur síðast að já, líka hérna. Þetta eru græjur að koma til Póllands í eyðumerkur búningunum. Þetta eyðumerkur litinir. Þeir kannski ekki búin að fatta að þetta svæði fyrir eitthvað grænt. Ekki mikið eyðumörk á þessu svæði sko. Og ég hef tilhneigingu til að trúa þessum gaur hérna, að mannfallið og allar þessar sprengjur og allt þetta séu Úkraínumenn að fara illa með Úkraínumenn. And so there's been robberies, there's been looting, there's been rapes, there's been all kinds of havoc because of these criminals. And it's known for a fact that a lot of the shooting that went on last night in Kiev had nothing to do with the Russians. The Russians were 10 kilometers or more away from these shootings, so it was clearly... Rússar voru 10 kílómetra í burtu frá það sem að þeir voru sakaðir að vera að skjóta fólk. Þannig að eiginlega allt sem þið fáið frá næstu allt sem þið fáið frá fréttunum lygi. En mér langaði að sýna ykkur eitt, hvernig sko valdið dáleiðir fólk og sturlar það. Fólk sem að þessna fer valdið svolítið í svona ákveðnar ættir sem virðast eitthvað kunna höndla valdið. En ég man að sko Fifth Element uppáhalds bíómyndin mín alltaf. Það sjálfsögðu skiljaði það. En ég man alltaf eftir þessu atriði hérna og prestinum sem að ég með aðra kenningu. Ég stundum ságur svolítið, þannig horfði ég vera af sér íld. Sem að minni svolítið að biblíuversi sem að ég opererar mikið eftir, sem baráttan ekki við menn af hold og blóði heldur anda verið vonskunar í himingeimnum. Og það gamalt svona stríðstrykk sem við höfum séð undanfarið. Sem var gert með Saddam Hussein munið. Þetta var bara, Írak var bara hann sko, það var ekkert land eða fólk neitt þar á bakvið. Og og síðan var það ekki Líbíu eftir það. Það var bara Gaddafi sko, það var engin annar. Og og svo var það Sýría, þá var það bara hann þarna, hvað heitir forsetinn í Sýría. Það bara, þeir taka alltaf bara einn mann. Það að því að gólemin 80% sem vilja bara tala annað fólk, 16% gúlin sem vilja bara tala atburði
og svo 3% sem eru gargoylin, sem vilja tala þeoríur og svona, og við hafa hæfileika til þess að hafa 2 hugsanir í hausnum í einu, eins og til þess þá hugsun að þetta ástand sem í Úkraínu mest megnis NATO-Amerikanum, eða NATO-Amerikanur náttúrulega NATO, að það mest megnis þeim að kenna ef einhverjum að kenna. Og og þeir eru svo paranoid núna í Evrópubandalaginu og NATO og allir þessu, þeir bara fannar að loka öllu, sko, þeir fannar að loka RT, Sputnik, og það var einhvern gömul kona að tala sko börnin í Donbass, sko það búið að vera borgarstríð frá 2014 eða jafnvel lengur í Úkraínu, sko. Þetta var ekkert að fæðast í gær, sko. Og núna sko vesturveldin sem ég kalla NATO og CO, þeir bara að senda fullt af vopnum til Úkraínu og hátæknivopnum, og þið heyrið í honum vin okkar hérna sem að allan að viðmælindu okkar í kvöld, hann bara að segja hvað verið að gera við þessi vopn. Probably gang related, gang settling scores and shooting one another. That's something that the Western media is not talking about, of how the Zelensky regime, by handing out weapons, has basically given weapons to all the criminal elements in the city. And the criminal elements in the city are, first of all, figuring out their dominance hierarchy and this anarchy that the government has created. And soon enough, once that's settled, they'll start targeting the civilians. That's what the Zelensky regime has done, okay? So let's not pretend otherwise. These people are creating chaos in Ukraine in the name of, the people fighting against the Russians. It's absurd, it's irresponsible, and it will only hurt the Ukrainian people. And I've come to the conclusion that the Zelensky regime is evil. And I live in Ukraine. I have Ukrainian family members. I think that the Ukrainian people are a brave, gentle, and wonderful people. But at this time, I think that the Zelensky regime has gone insane and should be, Anyway, for those people, there have been some people who've claimed that I'm lying about being in Ukraine. As you can see, this is Kreshchatyk Avenue. I'm standing right in the middle of it. This is probably a first in history. I'm standing right in the middle of Kreshchatyk Avenue, and you can see in the distance everything. And yeah. Það reyndar að feika þetta í stúdíu, sko. So anyway, I'm sorry if I sound a little frazzled, but I'm actually worried about getting shot, man. Not shot by the Russians or shot by the Ukrainian army, but shot by fucking criminals that the Zelensky regime has armed here in Kiev. Dude, I'm so fucking angry, man. These fuckers are creating chaos. And this will not stop the Russians. That's the thing. It will only cause the death of civilians. The death and suffering of civilians so that Zelensky... Já, ég veit það nú ekki. Það allavega pæling. En það sem gerist svo að sko Bandaríkjamenn og NATO og CO, þeir hafa bara sagt nei takk, við ætlum ekki að hjálpa ykkur. Þeir sem sagt eru búin að vopna þessa þjóð og það er verið að senda fólk, sko, sem að kann ekkert á byssur og veit ekkert hvað það er að gera í raun. Og þannig að þetta og fyrst og fremst þetta áróðursstríð virðist vera. Og sko, ég með eina kenningu hvað þetta geti verið.
og við sáum núna í pandemíunum eða pandemic þá sáum við að það var verið að svona yfirtaka ríkisstjórnir eiginlega bara World Health Organization og World Economic Forum og þessi glæpamenn sko í raun komin tími á að skýrgreina World Economic Forum og Davos og þessar World Health Organization, það komin tími á að skilgreina þetta sem hryðjuverkasamtök. Þetta eru svæsnustu glæpamenn veraldar í dag. Og hún vinkona mín, Kim Iversen, hún var í raun að segja það sama og ég svindlið í Well, there's no doubt. Emotions are running very high in the war between Russia and Ukraine. People are upset, in shock, and disbelief. But one thing that isn't helping at all is the unbelievable amount of fake images around. But I have to preface this because we are in a Western nation that is supportive of Ukraine in this conflict. The vast majority of the fake news that we see circulating is anti-Russian. So I'll be debunking a lot of this type of information. However, I have no doubt similar fake news is circulating. Another shocking video was to Russia for safety while he stayed behind to fight. Já, þetta eru svindl, ekki náttúrulega hort á þetta vídeo á henni. En það nánast allt svindl og svínari sem að koma fram. En þessi þeóría mín að þetta sé problem reaction solution vandi eða aðgerð að sko eftir pandemicin þá komust menn svolítið að því að þeir hafa ekki alveg nógu mikla stjórn yfir ríkjum eins og Svíþjóð og Finnlandi, sérstaklega Svíþjóð sagði bara fuck you, við ætlum ekki að eitra fyrir þjóðin okkar sem var mjög gott hjá þeim, það eitruðu svolítið en þeir vildi ekki drepa börnin sín til dæmis og fleira slíkt. Þannig að sko NATO sko þetta svolítið brotið upp sko. Noregur ekki Evrópubandalaginu, þeir eru NATO, Svíþjóð í Evrópubandalaginu og Finnland en ekki í NATO, þannig að þeir hafa ekki svona skýr fullkomin völd yfir ákveðnum svæðum í Evrópu og þetta komust þeir illilega að í pandemicinu og og svo vitið að þeir segja ekki láta krísu fara til spilli sko, þannig að þeir hafa hugsanlega séð sko þeir gætu starta þessu hér og svo náttúrulega Putin einn af þeim sem mætir á World Economic Forum, þannig að þetta geti allt verið sviðsett beggja vegna en það þurfti einhvern atburð þarna og ég var að hlusta á hann Alex Jones, hann sagði þetta í desember á síðasta ári þá var hann að segja að hans kvíslarar var að tala eitthvað atburð eða stríð í febrúar og og núna bara eins og hendur veifað að þá eru bara Svíþjóð og Finnland allt í bara æstri að komast inn í NATO sem að ég held að sé nú eitthvað hóks í því sko og það svona verið að þétta raðirnar í New World Order í Evrópu sko og það sem ég tek mest eftir sko, þetta allt saman seðlabankastríð, þetta peningastríð að IMF og það lið búið að sitja allt á hausinn og það lið bara sturlað og það sem ég tók mest eftir var náttúrulega að þeir lokuðu seðlabanka Rússlands. Það finnst mér eiginlega merkilegustu fréttirnar í öllu og þeir sjáu svona hvernig þessar aðgerðir vestuveldana hafa verið, þeir eru alveg að setja bara viðskiptabann en olían, nei, við ætlum ekki að loka olíunni sko og þeir selja olíu fyrir $1 billion á mánuði sko og og svo lokuðu þeir SWIFT sko og Rússar eru náttúrulega í samstarfi með BRIC, þeir eru brikkarar
BRIC-menn og þannig að það skipti þá engu máli og BRICS er nýjasta IMF-kerfið og þeir eru með í staðan fyrir Swiftin þá eru þeir með Swift er SIP og þeir eru með annan samskonar skeita Swiftin er raun bara svona skeitasendingar mjög einfalt, það er ekkert flókið þannig að séð og rússnesku forritar það á 15 mínútum og og þið sjáu bara að þetta er svolítið mikill partur af heiminum þetta er heilmikið af heiminum sem er inn í þessu kerfi og þetta eru bara stofnþjóðirnar þeir sem stofnuðu kerfið og það geta allir farið inn í það svo sem þannig að þetta eru það sem við erum í núna eru dauðakippir IMF og þeir eru með eitthvað svona hugmyndir bara bólusetningapassa og framkvæmdastjóri Moderna mætti í fjölmiðla og sagði já, þetta er við erum búin að hanna bólefni til 15 ára og það er bara það stendur til að bólusetja fólk á 2-3 mánaða eða mánaðarlega 2-3 mánaða fresti allavega næstu 15 árin og ef þú tekur ekki skotið þá bara rennur þitt líf út á einhverjum 30, 60, 90 dögum og þá er þetta bara allt lokað eins og þú sást að gerðist í Kanada að það er búið að hervæða IMF eða peningakerfið vestræna þetta Swift IMF rusl þetta er bara militarized í dag og þessar viðskiptaþvinganir gegn Rússlandi til dæmis eru stríðsglæpur eða stríðsyfirlýsing allavega og og eins og við heyrum í þessu vitni hvort sem að hann reyndar þetta sem hann er að segja sem er að segja sjá þetta hús þarna og þetta hús hér greenskrinnið orðið svo fullkomið að hann getur verið bara í stúdíó í New York eða Moskvu can have a fucking photo op that's what's going on þá ætlum við ekki að spila þetta en þetta er að falla nokkurn veginn í það far sem ég var búin að spá fyrir allt mér að þakka alla en já, ég er búin að sýna ykkur þetta þessi gaur hann er svolítið skynsamur þessi gaur sér þetta svolítið með réttum augum As a founding member of the United Nations the Bolivarian og það eru fullt af þjóðum sem sjá þetta í nokkuð skýru ljósi og það er ekkert alveg útséð að hvernig þetta fer en það sem vekur líka athygli að það er ekki búið að segja no fly zone það er ekki búið að loka fyrir olíuna það er fullt af hlutum sem er ekki búið að gera og og sem ég segi þetta lítur rosalega mikið út eins og að það problem reaction solution og markmið hafi verið að ná restina af þjóðunum inn í NATO og eins og segi ég mun verið í forsetakosningunum næstu 2024 eða ekki og ég get lofað ykkur því að ég verið kosin forseta á minni fyrsta sem ég gera að reka ríkisstjórnina megnið af embættismönnunum og ég mun og vera hlekkur í því að almennt fólk á Íslandi nái stjórn á lífi sínu horfum á þetta þetta er líka rosalegt More than 1 million Ukrainians have been fleeing to European neighbors, mainly allir fá bara 3 ára dvalarleyfi á nokkra spurninga Poland, as well as to Hungary, Moldova, Slovakia, and Romania. Since Russia attacked Ukraine,
more than a week ago. Many of these countries asylum to displaced Ukrainians. Critics have called out the discrimination. I think these remarks are truly disturbing and show a large amount of ignorance about refugees from other parts of the world who are also have the same aspirations as the Ukrainians, as well as middle-class Europeans or North Americans. Poland has also taken a hardline stand from human rights groups over its treatment of asylum seekers who were pushed back at the Belarusian border last year. But it has taken a different stance towards government and non-governmental organizations are already considered þúsundir eða hundruð þúsunda manna sem bara sofa fyrir utan landamærin, sko, þeim ekki hleypt inn. En Úkraína bara allt opnað upp og bara þetta alveg ótrúlegur stríðsáróður og hvað almenningur einhvern veginn bara, já, ok. Þú veist, ég botna ekkert í bara fólki yfir höfuð, sko. Það engin mótstaða veitt eða neitt. Þetta hjól bara snýst áfram eins og andskotin, sko. En ég vil minna ykkur á að halda áfram á hóksinu, þá kemur það fyrir að ég bæti við, já, ég þarf kannski að setja merki bara, sem segir continuous, já, góð hugmynd. Góð hugmynd hjá þér, Axel. Talaði sjálfan sig. En sko, það svo mikið efni að bætast við alltaf og ég sá svo sem ekki ástæðu til þess að búa til sér fréttum þetta, sko. Þetta í ákveðin samhengi, sko. En bara viðtal við þessa viðtal við þessa nasista sem að tala. How Putin is using Nazi propaganda to defend invasion of Ukraine. Alex Rubinstein. So we're gonna lay this all out for you. This would be nice. He says, watch Yevhen Karas, the leader of Ukraine's, was the victory of the nationalist ideas. That was the coup that took clear this month. Straight from the horse's mouth, he dispels the many narratives pushed by the left, the mainstream media, and the State Department. So he's going to brag about he's not denying he's a Nazi, and he's going to brag that of all the influence they had in the coup. And they're like, wow, let's see what's going to happen. Tomorrow, you need to understand why. Yes, it is hard, not because we are Ukrainians and our asses suffered for 300 years. Why finally everything good, not just given to us? We are such good people. So he's mocking. Therefore, it is a huge, ambitious task. We live in a very cool time. I don't know what this translation means. That's a weird translation. We live in a very cool time. And that is why there is an extremely ambitious, cool goal. See, I don't know what that means. Not just become part of a European family that has already collapsed. This is about new political alliances on the global level, new political challenges. So let's just recap what he said. Náðu þessum þannig síðasta. Það búið að gefa okkur svo mikið af vopnum, sko. Þeir að drukna í vopnum þessi gaurar. Ekki að þeir vilja það besta fyrir okkur, sko. He says not because Ég ætla bara að þýða þetta fyrir ykkur. Já, allavega það sem núna. Að því að við gerum skítaverkin sem að vesturveldin vilja ekki gera. Because we are the only Við erum þeir einu sem eru tilbúin að gera þessi skítaverk sem að drepa fólk og gera allt vitlaust. Að því að hjá okkur gaman. Við höfum gaman að drápum og við höfum gaman af baráttu, stríði. Það gaman hjá þeim, sko.
sko, þetta liðið í Úkraínu og sko þeir eru reyndar að segja ákveðna hluti nýja bandalagið Tyrkland, Pólland, Bretland og Úkraína að svolítið skrítið að þeir eru hvíta tuttar sko að Tyrkland náttúrulega svolítið blandað Arabaland sko, þannig ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að vinna saman sko og Bretland náttúrulega voruð eins og Indland sko að sko það eitt sem hann reyndar segir sem athyglisvert að hann talar sko útrýmingu hinna hvítu sko, Caucasian og það ég hef rætt það í öðru samhengi sko að það einhvern veginn bara búin að þynna okkar fíneri, hvað sem við viljum kalla það orðin bara einhver svona ónýtt sósa sko, það búið að blanda ómikið inn í sósuna sem að virðist vera eins og í Bandaríkjunum, þar bara verið að tala sko að þar eru bara svona hvít fólk að biðjast afsökunar eitthvað sem gerðist fyrir 100-200 árum sko, hvað það? Og það bara verið að breyta okkur í eitthvað bara furðulegt fyrirbæri og þið sjáu hvað það gerist hratt sjáu bara eins og Rússa víða núna sem bara verið að henda úr skólum og bara allt í eitthvað fólk mætt á Íslandi, eitthvað bara stór hópur af fávitum bara að ráðast að sendiherrabústað Rússlands. Allt í einu bara rússneskt fólk bara offsótt, bara rekið úr vinnu og skóla og dreifur öllum íþróttum og finnst ykkur þetta bara eitthvað í lagi? Þetta bara sturlun sko. Og þessna var ég nú að mælast fyrir því að fólk mætti í bænastund fyrir fram að rússneska sendiráðið og bæði þar Guð og menn að fyrirgefa sér fyrir framkomu Íslendinga gagnvart Rússum. Sko Rússar hafa alltaf lýst því yfir að þeir vilja samvinnu við Vesturheim og þeir vilja veiga viðskiptum við Íslendinga og alla bara sem að einhver glóra í kollinum á sko. Og sko talandi þetta Pútín sé eitthvað einangraður og hann sé geðveikur og þetta, það bara ekki að svara þessu sko, þetta er svo heimskulegt og meikar ekkert sens sko. Það miklu fleira fólki hinum einn sem gjörsamlega kakkalakú og sko ef þú skoðar Pútín hérna megin sem að ræður þá væntanlega öllu þarna í Rússlandi og svo ætlar að finna eitthvað hinum einn sem að ræður öllu þá eitthvað einn svona, að þá það Klaus Schwab sko. Það alltaf verið að bera hann saman við eitthvað forseta í Bandaríkjunum sem að veit ekki einu sinni hvar klósettið sko. Hann ræður engu sko. Það Klaus Schwab og Davos Mafíans ræður öllu og þeir eru búin að vera undirbúin í mörg ár í desember í Ísrael. Þá var þessi æfing að taka út cyberattakka Vesturlöndin og taka út bankana sérstaklega og þeir hafa verið að taka út líka matvæladreifingastöðvar og fleiri slíkt og það verið að rústa sko mataröryggi Vesturlanda sko. Og orkumálin alveg komin út úr korti sko.
það bara búið að tvöfaldast eða þrefaldast dísellíturinn sko. Og reyndar ég hef gaman að snú alltaf fréttum við. Fréttin að IMF hafi lokað á Seðlabanka Rússlands. Það ekki bara öfugt? Rússar bara að segja, nú ætlum við bara að loka þessum Seðlabanka. Þetta IMF orðið alveg keksrugla. Það með einhverja bóluefni bóluefnastefna efnahagsstefna, þetta liði alveg orðið keksrugla. Og það bara spurning hvort að við þurfum ekki hjálp Rússa til dæmis til þess að hjálpa okkur út úr þessu sko. Allavega við á norðurslóðum sko, við höfum alltaf verið sko alltaf fólk svona í hlýjunni, það skilur ekkert hvernig það að lifa hérna á norðurslóð sko. En Rússar eru með alveg svaka mikið á norðurslóð, þannig að þeir eiga mikið sameiginlegt með okkur sko. Og og þetta lið hérna í suðrinu alveg keksruglað sko. Og ég tók eftir mér þegar ég var að vinna í Noregi, eftir sem fyrir norðar upp í Noregi, það fólk svona meira venjulegt. Og þegar komin í Oslo, þá var þetta bara vitleysingar sko. Alveg hafði ekki talað við þetta fólk sko, það var svo klikkað. Þannig að og svo heyriði núna, það var nú Birgitta CIA var í einhverju spjalli hérna hjá honum Gunnari Smára og þá var hún alveg rugluð sko, NATO, hún vinnur hjá NATO og þessu NATO og kóliði sko og heyrði það líka í heyrði þetta hjá þessu þotuliði á Íslandi líka að það að tala hnattræna hlýnun þetta stríð sé út af global warming sko. Þið þurfið átt ykkur á því að þetta lið sem hefur farið í gegnum hennar skóla í World Economic Forum og Davos, þetta köld, þetta sértrúarsöfnuður sem svo sturlaður að það eru bara fávitar sem veita þeim einhverju völd, þó ekki sínum bara eitt vald sko. Þetta lið á ekki að hafa þú veist, það á ekki einu svona stýra klósettpapír sko. Þetta lið algjörlega sturlað sko. Og það búin að safna að sér reyndar ákveðnum fræðum og þeir náttúrulega eiga næstu allan heiminn sko, þannig að það erfitt að díla við það. En það bara allar ákvarðanir á Íslandi teknar út í Davos sko. Og fyrir öll löndin allavega hérna í Vesturhreppi, það allt saman bara ákveðið í Davos. Hver kaus þá? Enginn. Forsætisráðherra Íslands bara einhver svona contributor í World Economic Forum, þú var ekki verið að kjósa hana til þess að sinna hagsmunum Íslands. Og fullt af þessu liði ráðherra bara allir einhverjir gemlingar hjá Klaus Schwab sko. Ég kæri mig ekkert þetta fólk í stjórnarnastöðum á Íslandi. Bara burt með það. Bara senda þessa glóbalista aftur til glóbalistan. Þeir hafa ekkert að gera á Íslandi sko. Nei, maður má passa, ég held að það sem sagt mín skoðun. Það kannski bara því að ég eitthvað viðkvæmur og sé ekki alveg raunveruleikann, en mér finnst einhvern veginn þessar aðferðir nasista sko, eða nýnasista, mér finnst það svolítið svakalegar sko. Og það náttúrulega þótt að þetta upp úr þeim eitt og eitt satt orð sko, að við náttúrulega vestlendingar og hvítlendingar við þurfum eitthvað að hugsa okkar gang sko, eða bara vera að taka okkur og þinna okkur út og bara útrýma okkur sko. Við kærum okkur alltaf ekki það. En við getum mest sjálfum okkur kennt. Það enginn annar sem hefur gert þetta eða skapað þessar aðstæður en við sjálf. Því ekki að vera fúll út í allt og alla og fara að drepa allt og alla því að við erum fávitar sko. Við verðum bara að laga það sjálf einhvern veginn. Og það kom mikið fram hérna kom mikið fram núna í þessu einmitt að það ekki allir jafnir fyrir sólinni sko. Vestrænu sólinni.
Hér var bara fólk skilið eftir að brautapöllum og þau var bara ekki hleypt borð, sko. Hungary was among them. Hér í lestunum var bara fólk sem var dökkt á litin, sko. Því var bara bannað að fara borð í lestina. Og það náttúrulega svolítið ljótt, sko. Og þannig að það annað sem gerist líka við þetta, að það að þetta systematic eyðing á þjóðflokkum. Hvaða þjóðflokkum? Hefur ekkert með kyn þetta að gera? Já, það það sem þeir að segja reyndar. Þeir að tala Caucasian, sko. Og það sko, yfirleitt tek ég ekki mark á hlutunni eða komi aðeins úr fleiri en einn átt, sko. Og það hugsanlegt að eitrið, sko, það voru 3 tegundir af eitursprautum, sko. Býtum nú við á að eyða öllum þjóðflokkum, ég skil ekki. En þá ertu að tala væntanlega bara mannkyn eða það náttúrulega yfirlýst, það ekki eins og þessi skrifað í stein. Það víst skrifað í stein. Það skrifað í stein að halda mannkyni undir 500 milljónum. Það markmið númer 1. Og þetta fólk sem að trúir þessu, já, það annað sem ég teki eftir, bara þegar ég að tala við fólk þessi mál, og ég talaði fólk, sko, frá öllum hliðum á þessum pólitísku blekkingum, að fólk segir bara við mig, já, það nú bara gott að fækka mannkyni, sko. Það allt mikið af fólki. Bara, Og einhver var að segja við mig nýlega, já, það var bara mistök að drepa ekki fleiri Þjóðverja í seinni heimsstyrjöldinni, bara brenna á alla, eins og gert í Dresden. Nú, varst þú ekki að gagnrýna sögurnar útrýmingu gyðinga? Já, það hræðilegt, sko. En hvað með útrýmingu þýsku þjóðarinnar? Já, nei, það bara fínt, sko. Og fólk bara að fara að tala svona, sko. Og bara reynsa, bara drepa fólk, sko. Bara, fólk getur ekki beðið eftir að slátraranina byrja, sko. Og það ekki eins og fólk sé eitthvað að fela þetta, það bara að segja beint við mann. Það bara að segja, já, það bara komið tíma að fækka, nú bara grisja, nú bara drepa fullt af fólki. Nú, ég ekki sammála því, sko. Ég fellst ekki á það. Þannig að það bara, þetta bara sturlað. Gerum eitt að ganni hérna. Ég held ég hef ekki gert það áður með þessu. Ég les alltaf bara fyrstu línuna. Lesum aðeins meira. Það sem stendur á þessum steinum, það að halda mannkyni undir 500 milljónum, sem cirka 95% fækkun. 90% að drepa 90% af mannkyni. Stoppa fæðingar, að gelda alla. Það hefur hugsanlega heppnast að fara langleiðina með eitursprautunum. Það að fara langleiðina í að gelda allir. Og eitt tungumál, það var nú Babelturnin, syndin í Babelturninu var að sameina eitt tungumál. Ríkja yfir passion, ástríðu, trú, hefðum, allt sem með temperate reason. Þeir vilja rúla öllu ástríðu, trú, hefðum. Þeir vilja bara ákveða hvað þú hefur í matinn á sunnudögum, sko. Já.
hver trúir þessu? Þetta 1984. Það heitir Doublespeak. Þetta heitir Doublespeak. Stríð friður, frelsi þrældómur, heimska styrkur. Og sem ég segja, Orwell hafi sagt bara, þetta var nú viðvörun, þetta var ekki mission statement, sko, eða uppskriftabók á framtíðinni. Ég var einfaldlega variguði og annað tengdi að þið sjáu, sko, hvað kemur upp ef ég sitt þetta, en það kom einhverja myndir hér. Það að þetta það sem að trust the science. Trust the science svolítið á þessari línu, sko. Að það vita allir, ég veit ekki hvar lærðu við það í skólanum. Þeir sem kunna að telja á fingrum sér vita að 2 + 2 eru 4. Og þeir sem að voga sér að telja á fingrum sér en ekki trúa sérfræðingunum, að þeir eru handteknir, þaggaði niður, að barðir með kylfum, sko. Og hann gaurinn í þessi gaurinn í, hvað heit hann aftur? Winston, já. Hann heit Winston, þessi Winston sígarettur. Ég reykti þær einmitt þegar ég var 9 ára. Að hann á endanum féllst á það að 2 + 2 væri 5. Og þið sjáu það, þeir sem að féllust ekki á vísinda, já, eitursprauturnar voru númer 1, 2, 3 og 7 til þess að sterilisera fólk og að drepa fóstur. Það var gríðarlega mikið af fósturum sem dóu. En ef þið sjáu fyrir ykkur, þetta 2 + 2 eru 5, og þið sjáu fyrir ykkur þetta sem að treystu vísindunum, vísindin treystu vísindunum. Lost by GPS, hvað kemur þá? Það hefur sko gerst að fólk hefur bara keyrt út í á að þeir var að keyra eftir. Að keyra eftir GPS-inum, sko. Hérna lenti árekstri að treysta á GPS-in. Sko, sumir hafa bara lenti því að keyra út í á, sko. Lost after following GPS. Það fólk sem sem sagt að treysta
vísindunum. Kannski Google sýnir mér þetta ekki. Það hugsanlegt. En hérna já, það eru 3 sprautur. Það eru merktar númer 1, 2 og 3. Og þetta eru batsar sem kallað og hérna accident 3 það eru 3 trust the science honey, trust the science. Hún var að fylgja GPS svolítið blind sko. Hei, 9 brjálaðar sögur GPS. Nei, þetta einhver brandari bara. Ok. Já, þessi keyrði inn á golfvöll. Einn lenti upp á fjalli. Einn keyrði inni á. Þessi var að fylgja GPS. En þetta það sem við segjum, trust the science. Science, honey. Þessi var að fylgja GPS-inu líka. Okay. En hérna, já, það eru hérna 3 tegundir af hérna eiturinu. Og þetta okay. En maður má, svo það má ekki tala þetta einu sinni, það bannað. En eitt af þessum eiturskotum þarf að geyma í -70 gráðum. Og hérna, og það var sem sagt, það sem menn héldi upphafið þá að tala þetta geyma þessi efni í -70 gráðum. Og síðan fóru þeir að skjóta, eiturskjóta á hérna í Walmart. Og þá tók starfsfólkið eftir því að sumt af þessum efnum voru ekki geymd í kæli. Og fólk voru að spyrja bara, byrju, hvað er málið með það? Og þá fóru menn að skoða umbúðirnar betur og þau sáu í lottnúmerunum töluna 1, 2 eða 3. Og þetta allt sem var bara samansæriskenningar og ég ekki læknir og ég veit ekkert þetta sko. Ég bara svona segja svona það sem að ég hef sangað að mér og mínar skoðanir og það og ég vona alltaf að ég hafi rangt fyrir mér allt því þá allt í fína lagi. En það talað það að eitt af þessum númerum til þess að drepa fólk og það var tekið eftir því að mest döðlega númeri það var mest sendt inn í republikana fylkin í Bandaríkjunum og munu þótti það athyglisvert. En að sama skapi þá var minnst bólusett í þeim fylkjum því að menn vil ekki sjá þetta þar. Númer 1 virðist vera hanna til þess að drepa fólk. Algjörlega steindrepa innan 30 ára. Tegund númer 2 virðist vera til þess að gelda fólk. 1 og 2 geldir fólk. Það mun aldrei eignast börn ever.
Og númer 3 virðist bara vera placebo, þessi saltblanda. Og önnur spurning, já, það getur verið sko, það eru þeir sem tóku eitursbrautir, sumir drápust bara strax, þeir duttu í gólfið. Og það er óbúslega erfitt að sjá, eins og hann Bobby Saget, hann datt bara í gólfið, sko, og bara brotnaðist á höfuðkúpubrotna. Og svo dó hann, og það var sagt bara að hann hefði dáið af því hann datt, sko. En ég myndi ekki samþykkja það, því að hann datt af því að þessar sprautur bara, fólk dettur bara beint í gólfið. Þið sáu það með þennan konuna, þennan standuparan sem að datt bara í gólfið, búm, bara, og höfuðkúpubraut sig, sko. Og og það var svo bara sagt að hún er bara með hausverk, sko. En ég meina, ég get ekki fallist á það að fólk sem dettur bara svona niður beint í gólfið og veit sér enga vörn, að það er að deyja út af eitursprutunni, ekki út af höfuðáverkum, sko. Það er nokkuð ljóst að öll elitan fær saltvatn eða placebo. Það er þessi nokkuð ljóst. Og þannig að það eru ennþá smá mótstaða við þetta. Já, við vorum ekki búin með þetta. Þetta er öfugmæli. Já, ég var að sýna ykkur þetta til þess að þegar þeir segja, þeir snúa öllu við, double speak heitir það, að þeir ætla að taka yfir alla eru þeir á sér samning, eða þeir vita ekki. Þetta er saman eins og við vorum að tala síðast með innvígslu athafnir eins og til dæmis í Skull and Bones, þá sita þeir í kistu, líkkistu, og svo grafa þeir því, held ég, og og ef að þú ert samþyktur inn í regluna, þá grafa þeir upp og opna kistuna. En ef þeir ætla ekki að taka við þér, þá bara eftir láta hann liggja þar og deyja, sko. Þannig að þetta með, sko, með eiturskotin eru hugsanlega í svipuðu samhengi að þeir kannski hreinsa ykkur úr mafíunni, úr elitunni eða toppnum sem þeir vilja bara losna við. Og þetta fólk er svo langt gengið í þessu kulti að það sætti sig við það, sko. Já, það eru allstaðar að koma fram tölur að eitursprauturnar sé að drepa gríðarlega mikið á fólki. Kröfur í líftryggingum, útgreiðslur á líftryggingum hafa tilfellum hefur fjölgað 40%. Varierandi, sko. Það meðaltali virðist að vera í kringum 40%. Þið sjáu þetta plan er svona svolítið að breyta bara jörðinni allri í einhvers konar Hunger Game, sko. Og þessna er náttúrulega verið að eyðileggja alla matakeðjuna og Úkraínu náttúrulega eins og segja matarkista Vesturlanda og víðar. Að Úkraína var svona bara verið að rúlla yfir að Monsanto og fleiri svona glæpa fyrirtæki voru bara að sópa upp jarðirnar. Þannig að þetta er margþátta varnaraðgerð sem Rússar eru að spila og hugsanlega mun þeir bjarga okkur öllum, sko, ef að þeir fara alla leið, sko. Þeir, ef þú stjórnar öllu frá Babylon, þá þarf ekki ykkur að
það þarf ekkert svona óþarfa embættismenn, það eru bara fólki á toppnum eins og í Hunger Games og svo ertu bara í búri sko, bara dýr í búrum. Dýr þurfa engin lög eða embættismenn sko. Hérna er jafna hópréttindum með þetta er social credit score sko. Ef að þú framkvæmir ekki félagslegu skyldunar þínar, þá missuru svokölluð persónuleg réttindi. Já, þetta er öfugmæli eða double speak. Hérna er það bara að segja að þú ert krabbamein á jörðinni. Krabbamein er búið til með eiturskotun sko. Og þeir eru bara að segja að þú ert krabbameinið. Þú ert krabbameinið og það þarf að fækka þessu krabbameini 95%. Og það er áætlunin sem er í gangi. Fréttastofunar munu aldrei hætta sinni starfsemi fyrir að þeir eru stoppaðar af. En það er náttúrulega svo sem að koma alls konar annað fínir inn. Ég meina þetta er ég bara tek hattinn ofan af fyrir henni Margréti. Hún er bara snillingurinn sem allir þrá að vera. Síðan mín er aðeins flottar en þá. Ég er þetta að vinna hana í útlitinu sko. Er ekki sammála það annars? Þetta er ekki flottara hjá mér svona. En henni hefur heppnast eitt sem að mér heppnaðist ekki alveg nógu vel. Það er að fá fullt af fólki til að skrifa. Ég var að reyna að suði fólki að skrifa hjá mér inn á hóksi sko. Það er bara misefnaðist einhvern veginn algjörlega. 260 sinnum hærri hjá ungu fólki. Og þetta er ekki, eitrið er ekki búið að vinna alla sína vinnu sko. Já, krabbamein er búið til með eiturskotum. Og þetta er auðvelt að sanna. Kíkjum bara á veira. Því er vírus á latínu. Og ef við snúum því við við þurfum ekkert svona, latín, já, vírus. Vírus þýðir eitur, poison. Venom. Já, það er fóstur að láta fólk neita fósturs er djöfla, er satanískur, er satanist ritual. Og það er sennilega og ekki bara fóstur, heldur bara líkin af spítulunum og allt drastlið sett í matinn. Og þegar við erum að tala að skjóta þig með bækliðum veirum, þá er að tala að skjóta þig með
eitri. Vírus þýðir eitur. Það bara þannig, sko. Og þannig að poison, English, vírus. McDonald's fullt af taugaeitri líka, já. Ertu með sönnun fyrir því að solid green hérna alveg æðislega sönnun fyrir því, sko. Það okay. Solid green. Solid green movie, sko. Soylent Green, já. Það sakið ekki aðra hlustendur. Það Soylent Green. Dugar þetta ekki sem sönnun? Þeir eru reyndar ekkert að segja þér mikið frá því, sko. Þegar þeir sitja fóstur í mat eða annað dót, sko, þá er það ekkert mikið að segja frá því, sko. En ef þú skoðar eignarhald á matvælaiðnaðinum, Owners Food Owners of Food Companies. Þetta allt saman sömu eigendur af öllu þessu drasli. Og þannig að skal ég segja New World Order Brewing. Það búið að slamma þetta niður, minnum við. Þeir eyðileggja oft fyrir manni, sko. Já, þetta kannski Illuminati. Illuminati. Þeir gera þetta svolítið mikið. Það notar upplýsingar, sko. Nú verða náttúrulega menn að spyrja mig ég veit ekkert jesúitana. Þetta náttúrulega bara alveg committee of the 300. Gæti sannlega satt diagram
getum við sannlega bara sagt hérna. Já, finally. Þessi mynd hérna. Já, það eru til heimildi fyrir að það var sett í eitursprautunar, það var sett fóstur, sko. En þessi mynd alveg æðisleg, sko. Og þetta nokkurn veginn uppbyggingin ennþá á heiminum, sko. Og sem sagt já, það líka krossar á alls konar dóti, sko, það þýðir ekki að endra þessi Kristi, sko. Þeir að horfa á ómikla dítela, þeir að horfa í þetta, sko. En samsærið til að stjórna heiminum og það Rauðskjaldarhús og Rockefellerhús sem búin að stilla sér upp sitt hvoru megin í heiminum og þessir eru í DC í Washington og þessir eru í Ísrael. Þessir tveir eru svona pólanir. Og svo allt, þetta stjórnkerfið á milli, sko. Og það eru Bandaríkin og Bretland. Og hérna getið þið byrja bara efst. Þetta sem sagt hinir upplýstu, Order of the Illuminati. Og þetta kynvilla, alþjóðlega kynvillusamtökin eða hvað á maður að segja, samkynhneigðu samtökin, já, í Amsterdam. Hérna Hellfire Club, Grand Divine Council, Council of 13, The Kila League of Just Men. Þetta mikið búið til í kringu svona upp úr 1850. Hellfire Club í London, The Group, Rhodes Milner Round Table í Oxford og The Order í Yale með Skull and Bones. Þetta eru sem sagt mentapíramídarnir. Hérna geðveikis samtök ykkur London School of Economics. Þannig mikið að fólki á Íslandi að tjá sig hvernig hlutin að vera sem koma þaðan. Og já, þessi teikning hérna þessi teikning hérna teiknuð af insider. Þetta teiknað af gaur sem ætti að vita þetta. Fyrirverandi njósnar held ég. Ætli það hafi verið James Bond kannski. Ég veit það ekki. En hérna þið með alls konar svona society. Þetta þetta sem við kallað think tanks. Og þetta The Bilderbergs. Þið vita að Klaus Schwab var yfir Bilderberg. Held ég alveg frá 1959 þegar þetta var stofnað, Bilderberg. Og Bilderbergin og fleiri af þessum nöfnum voru saminuð í World Economic Forum. Það var rebranding af svona þessu svæði hérna í struktúrum. Svo ertu með Atlantic Council, það náttúrulega NATO og það. Atlantic Council think tank fyrir NATO. Og NATO
snýst að drepa okkur eða stjórna okkur. Það var ekkert að gera með Rússland en önnur lönd. Nema að þetta lið var náttúrulega að reyna að ná heimsífur á það. Það var mistekist að vissu einhver marki. Hérna breska verkamannaflokkurinn, einhver 12 AI eða 19. Club of Rome, það hugsana geimur eða think tank. European Common MKT, veit ekki hvað það þýðir. Hérna Fabian Society. New School for Social Research. Hér Tavistock, think tank. Og hérna Rocky Reykjavík var svona upphafið á innrás Tavistock á Íslandi. Björk náttúrulega að vinna fyrir þessa stofnun. Og fleiri, margir fleiri. World Peace Council í Finnlandi. Hérna MI5. Og hérna CIA og KGB. Hérna Rand Corporation og mafían, sjáðu. Mjög mikilvægt átt að sjá mafíunni. Þess vegna sjáum við að þeir sem stjórnuðu í Úkraínu voru mafíu starfsemi. Bohemian Grove, IMF, sjá það bara pínulítið hérna. Sameinuðu þjóðirnar, World Court, World Bank. Og hérna League for Industrial Democracy, UNICEF, UNESCO, Socialist Party, Central Committee of the Communist Party of Soviet Union. Svona gaman að lesa eða horfa á línuna líka. Að þið sjáðu náttúrulega að Putin búin að vera að mæta á Economic Forum og það rennur nú ekki sleikjana á milli frá þessum köllum, sko. Slefið rennur á milli þeirra, sko. Weather Underground hér. Progressive Labour Party. Hér spyr mig ykkur. Trúir ekki að kallar geti orðið óleitir? Sko, margir segja menn séu komnir á öpum. Ég held að apar séu komnir á mönnum. Ég held að simpansar eða margir af þessum apa tegundum séu afleiðinga misefnuðum kynbóta aðgerðum vísindamanna, sérstaklega breskra. Hann sem bara leghafi. Ég held að þetta sé nú finnar en þú fattar sjálfur. Ég allavega hef hérna góða konu sem með leg og ég hef hana svolítið hérna í kringum mig. Það svona hvernig þú túlkar það. En hérna eitthvað listi. United World Federalist American for Democratic Action. Sjáðu nöfnina á þessu öllu. Það allt saman doublespeak. World of Fair Council, Anti-Defamation League. American Friends Service, American Civil Liberties, Congress of Racial Equality. World Council of Churches, Women International League for Peace and Freedom. Sjá hvernig nöfni nota þetta allt. Organization for Women, Southern Christian Leadership Committee for Economic Development,
Cope, Ford Foundation, Fund for the Republic. Já, ok, hvað með hérna. En þetta reyndar svona, þetta svolítið svona ráðandi öfl á Vesturlöndum. Og hérna, sko þið getið ímyndað ykkur vinnuna við að halda þessu kerfi saman, veist. Þið ímyndað ykkur vinnuna, allt fólki sem þarf að vera hérna og inn í þessu og hérna, það ekkert smá verk að halda utan þetta. Þetta, í mínum huga þetta skipulag glæpasamtök, sko. Og hérna, og það ekki tilviljun að þeir eiga bara allt draslið, sko. Ég held að það sé nú ekki tilviljun, ég lúti að átökur því. Og hérna, þessir CEO-ar í fyrirtækjunum, sko, þeir eru bara mellur, sko. Eða svona, ekki mikið varið í það fólk. En það sem að þið sjáið í svona myndum, eins og þessum og Matrixinu og þar eru þeir svona, sko, þeir trúa því að þeir þurfa að segja þér hvað þeir ætla að gera áður en að gera það. Þess vegna í Ólympíuleikunum 2012, intróinu þar, þá sýndu þeir að þeir ætla að skaða börn. Merkilegt nokk, þá virðast þeir ekki hafa komist í 5 ára börnin, sko, 5 til 11. Þannig að eitthvað af þessu nær nú ekki gegn, svona í fyrstu lótu allavega, þeir alltaf eftir að reyna aftur og aftur og aftur, sko. En hérna, sko, stríðið á móti kjöti til dæmis mjög auðvelt að sjá núna. Það hérna, sko, þessar pælingar að þetta svolítið flott merki. Þetta svolítið flott, sko. Ekki, Solent Green, it's people. Að hérna, get ekki ímyndað ykkur að reka þetta fyrirtæki, hvernig það gengur. Það held ég sínum alveg. Já, gott, þú hjálpaði mér að komast aftur á línuna. Að sko, þeir ætla að eyða öllu kjötið, þú getur ekkert keypt kjöt, sko, fyrst að keyra verðið upp á öllu valdi og nú eru þeir að eyða kornið, þeir að eyðalegja alla matvæla framleiðslu og alla matvæla dreifingu. Og síðan áttu eftir að komast að því fljótlega að þeir eru að fjölda framleiða skordýr og munu bjóða þér Bug Burger fljótlega. Þeir munu bjóða þér skordýramat og náttúrulega eflaust það betra að borða skordýramat en drepast, ég veit það ekki. Og hérna það getur svo sem verið alveg ágætt, sko. Man skiptir ykkur máli hvaðan próteini kemur. Hvað finnst þér? Já, hvað að vera ríkur og hvað að vera fátækur? Hvað þá? Í raun ríkur, sko. Fólk var alltaf að segja mér, já, hvað finnst þér þetta ríkasta fólk heims? Bill Gates og Bezos og Buffett og þessi ríkustu menn heims. Og ég var alltaf að segja, já, ég held því fram að, sko, þeir eiga mikið af peningum, sko, eflaust, það mikið verðmæti í peningum. En ég held því fram að þeir sem eiga peningaprentvélarnar séu ríkari. Og þeir sem eiga peningaprentvélarnar, það eru Rothschild og Rockefeller og þeir. Og það getur við séð hérna í Creature from Jekyll Island. Og þar sérðu hverjir stofna. Þar getur fundið út hverjir, hvaða fjölskyldur það eru sem stofnuðu peningaprentmaskínuna.
Og hérna Þetta bara klúbburinn, já. Ok. What happened? Já, þetta mjög merkilegt sem að hann hefur gert hann. George Edward Griffin. Hann hefur gert alveg frábær verk, sko. Og hérna ég myndi mæla með að þið kynnið ykkur þetta betur. Banking Cartel, sko. Og þeir eru að leita eftir totalitarianisma. Stútur aðeins totalitarian eða einræðisisma. Og hérna og við erum á hraðleið inn í það helvíti. Já, þú ert ríkur ef þú átt fjölskyldu og getur séð fyrir henni. Held að þú sért ríkur ef þú átt sjálf á þig. Það dugar til þess að vera mjög ríkur, sko. Það svo, segjum við ekki neitt. Bara 0, þú ert bara 0 og nix. Svo ert að bera það saman einhvern annan og hann í mínus 200 milljónir. Þú ert ríkari með það ekki neitt. Það ekki frábært. En hérna einræði, það þarf líka rosa orku í að halda saman. Það þarf líka mikla orku í að halda saman einræðisríki. Það þarf að drepa svaka mikið á fólki og hérna messa svolítið mikið í alls konar fólki sem að tjá sig á YouTube og allt það. Það alltaf að þakka niður í öllu þessum pakki, sko. Og þetta alveg svakalega mikil vinna sem ég nenni ekki, ég myndi ekki nenna þessu. Ég myndi ekki nenna að ég vera einræðisherra, sko. Það var bara svo leiðilegt, sko. Það eru mínar, þið sjáum allir vikingaflokkurinn.is, stefnuna þar, að allt sem að ég reyna að gera er að fólk hafi fullkomið völd yfir sér og sínu lífi. En propaganda, recruitment, það er eitt sem er svolítið athyglisvert, að þeir sem eru núna kringum þetta Úkraínumál, Úkraínu-Rússamál. Það er fram að ég held með hvorugum en ég vil bið fyrir fólki og lífum þeirra og að fólk hætti þessari vitleysu bara. Þetta er bara rugl allt saman. Hérna er það svona áróðurs, alls konar áróðurs. Bolsevismi, svaka mikil tjáning. En ef við leitum hérna propaganda, ég reyndar kann propaganda, ég var náttúrulega á auglýsingastofunum í Skreljum ár. Það var ekki það sem ég var að leita alveg. Hérna sko það er mjög, já, ég kann propaganda mjög vel en það er miklu erfiðar að gera
það sem maður myndi kalla antipropaganda. Það bara svolítið erfitt að gera það. En þið heyrið sem að tala að Rússar séu skepnur og monsters og þeir séu skrimsli og allt þetta. Það þekktar áróðustæknir, sko. Hérna þeir að sýna andstæðingin sem apa, sko. Dehumanizing. Og var gyðingurinn voldikallinn, sko. Ég ekkert á því, sko, það sé rétt eins og gyðingar virðast að vera notaði mikið sem svona gæra yfir glæpamennina, sko, til þess að hylja glæpin. Fjallaði með áður smáatriðum, sko. Og propaganda í raun mjög einföld vísindi, sko. Það bara að segja sömu lygina, ef sama lygin sögð nógu oft, þá verður hún að sannleika. Og eftir því sem að lygin stærri, virðist vera auðveldara að selja hana. Fólk virðist vera auðveldara að fá fólk til að kyngja lygin ef hún er nógu fáránlega stór. Já, ég vill ekki þrengja þetta svona mikið, sko. Fyrir mér þetta allt saman bara fólk og ég virði trúfrelsi allra. Og meira sér virði á trúfrelsi vísindamanna og vísindakirkjunar, þeirra sem trúa á jörðin sé hnöttur. Þeir sem trúa á geimendlum, það hann sé til. Þeir sem trúa á DNA, það sé til. Og vírusar, þeir séu til. Ég virði trú þessa fólks, þó ég trúði ekki fyrir 5 ára, sko. Þá mega allir bara trúa hverju sem er. Já, Ingvar, út að taka þetta þröngt. Þetta ekki svona einfalt, sko. Þetta mjög flóknara. Þú verður að horfa á Frelsi TV. Þú veist, hefur heyrt Frelsi TV? Hefur heyrt Frelsi TV? Hefur eitthvað heyrt það? Þetta ekki. Sko. Þið þurfið bara að horfa á öll þessi vídeó. Hvert eitt og einasta. Heldur geti bara sett í gang fyrsta og láta það bara autoplaya. Sumir nota þetta svo sofna á nóttinni eða á kvöldin. En þið verður bara að horfa á þetta allt, sko. Því ekkert fús, sko. Já, við verðum að muna að söppa í áskrift og bjölluna. Og læka náttúrulega vídeóið nenni því. Það nenni því enginn, sko. Já. Spilunarlistin, Axel og Besso live landstamara. Stjórnarskrá. Ég ætla ekki að gera þetta. Já, því að þið heyrt málsátt. En ef að þið farið í gegnum þetta allt þá þurfum ekki að spyrja svona spurningar. Og þá kannski áttið ykkur á því að þetta ekkert endilega barátta við fólk að holda blóði, heldur anda verið vonskunar í himingeimnum og hún endurtekur sig aftur og aftur og aftur. Og er það nefna jesúíta og frímúrara og allt þetta, sko. Þetta bara fólk með ákveðna trú og ég bara trúi því. En hins vegar náttúrulega ef þeir fara að meiða aðra eða skaða aðra, þá þarf náttúrulega að grípa inn í það, sko. Væntanlega. En
propaganda er svolítið merkileg starfsemi. Hérna er Putin. Halló, já. Með Trump hérna á brókinni. Putin. Blitzkrieg. Já. Það er ekkert hérna. Já, hérna. Þetta er allt saman hetjunar, sjáum. Það er svolítið þetta, hamar og sigð. Hérna, þið áttu ykkur á því að þetta eru bæði vopn, þetta eru verkfæri sem þetta er að nota sem vopn. Þannig að þeir fara rosa mikið inn, eins og við sáum þarna á myndinni. Að þeir fara rosa mikið inn á svona, freedom og democracy og allt svona voða gott, sko, democratic action. Það sjáuð hérna í þessum myndu, sjáuð það mjög skýrt, sérstaklega í gamla Sovjetáraðunum, sem hamar og sigð. Það er dæmi þetta doublespeak líka, að sko, þetta eru verkfæri sem þetta er að nota á í landbúnaði, ég veit ekki hvað menn er að nota slaghamar í landbúnaði. En anyway, að hamar og sigð eru sem sagt geta verið verkfæri og vopn. Þannig að hérna er verið að sýna, og þeir segja að þetta er allt saman í táknum og merkjum þeirra, sko. Þeir segja að þú getur alltaf fundið hvað er í gangi. Í skilaboðaskjóðunum, númerunum. Þeir gátu náttúrulega Úkraína byrjaði cirka 22, sko. Og þeir gátu náttúrulega ekki staðið á sér á því að byrja eitthvað partí þá, sko. En Amerika under communism, sko. Þetta nú reyndar svolítið eins og staðan núna, menn í Kanada, voru menn bara fengu ekkert að tala og allt frist hjá þeim og allt eyðilagt, sko. En ég sé nú stílfært alveg ónýtt, sko. Bankastjórnir hérna. Já. En sko, það er náttúrulega bara sniðugt að stúdera þetta allt saman, sko. Þetta þarftu bara að vita, það er enginn sem segir þetta, sko. Það er engin lækning við lífin í dag nema bara sjálfslækning. Það er ekkert annað í boði. Og það mun enginn sýna þér þetta, eða kenna þér þetta, eða opinbera þetta fyrir þér nema þú sjálfur, sko. Betur nú við, þessi elita í dag eru flesti gýðingar, en í raun að vera ekki gýðingar. Úkraína er mikilvæg, enda mikið af þessu fólki sem kalla sig gýðingar eru Khazars. Já, það er rétt reyndar. Úkraína er það sem Khazaría er í dag. Þetta er kenning, sko. En ég held að það sé ekki hægt að leita þarna, sko. Þetta eru svona trúarbrögð og pælingabrögð einhver. Sko, ég held að þú finnir leyndardóminn í Biblíunni, sko. Og þeir voru nú að tala hérna stjórnmála postularnir fyrir síðustu kosningar, voru þeir að tala mikið spillingu. Það þurftum að taka á spillingu og allir flokkarnir fóru að tala um það er bara að taka á spillingu og ég var nú í einhverjum flokkum þannig að
Ég fór að segja ég byrju spilling, það allir menn spiltir. Það dauðasyndin, sko. Eða erðasyndin. Og í raun það sem að kallað spilling í raun bara mannlegt eðli. Það bara mannlegt eðli að ef þú fer með börnin í fótbolta þá heldur þú með þeirra liði. Það spilling? Nei, það mannlegt eðli. Bara samsæriskenningar biblíuna. Hvað á það að þýða? Þú bara skilur ekkert í biblíunni og þú veist ekkert hana. Ég ætla bara að sanna það fyrir þér hér og nú. Led Zeppelin. Skoðanalaust. Led Zeppelin. Hljómsveit. Ég ekkert að leita að hljómsveit. Ég að leita að loftfarinu Zeppelin. Svona, já, reyndar. Þetta reyndar plötualbúm hjá þeim, sko. Að þegar að eitthvað svona gerist, eins og ég með kenningu það, að helium sé besta efnið í flugför, sko. Þetta hafi verið alveg snilldar hugmynd. En alltaf þegar að eitthvað svona sniðugt þarf að fela, þá búa til eitthvað á toppin af því. Til þess að fela hvað þetta var frábær hugmynd. Og þið veit að NASA stærsti kaupandi af helium í heiminum. Og allt þetta sem við kalla gervihnettir og geimför allt saman helium för. Og þetta dæmi það hvernig búa bara til hljómsveit með nafninu sem þeir vilja fela. Svo þú ætlar að leita því, þá finnur ekkert nema helvítið hljómsveitina, sko. Mjög engan á, sko. Það eru góðir. En í þessu samhengi vildi ég ekkert pæla í þessu, sko. Ég var ekki að leita þessu, sko. En the manufactured consent. Þetta áhugavert. Það raun verið að framleiða samþykkið þitt, sko. Já, þetta Chomsky. Já, hann reyndar alveg tapaði glórunni núna í lokin. Ef þetta hann ekki dauður þá var það. Já, 11 dögum þá hann að tala svo fáviti, sko. En það alltaf verið að plata til þess að samþykkja alls konar. En byrjum við. Já, ég var að tala biblíuna. Sko, biblían, og þið sjáu það, ég myndi að hlusta á rásuna mína. Ég fer í hana og náttúrulega hlusta á djúpkafinu og fleira slíkt. Þá á Frelsi TV hefur biblían verið opnuð á mjög djúpan og sérstakan hátt. Og ég skora á ykkur að hlusta á rásina frá upphafi. Þú ert alltaf að horfa á leikarana, sko. Leikar, sko, baráttan ekki við menn á holda blóði. Heldur andaver og heimskunar í himingeimnum. Sko, ef þú lest biblíuna, það voða fáir sem geta lesið hana og skilið hana. Sko, og flestir sem hafa skoðun á biblíuna eða tala biblíuna hafa aldrei lesið hana og því síður skilið hana. Og flest sem í biblíunni leyndardómar, sko. Þú þarft alveg sérstaka náð og visku til þess að sjá í gegnum það. Þess að sjá hvað verið að gera þarna.
En það eins og með þetta, nú eru menn alltaf bara mættir hérna upp á dekk, bara já, bara vinna gegn spillingu. Og þá sagði ég bara, heyrðu, spilling, það ekki bara mannlegt eðli? Þess að ég var að segja þannig, ef þú ferð með börnið inn í fótboltaæfingu, handbolta, þá heldur alltaf með liðinu þeirra. Er það spilling? Nei, það bara mannlegt eðli. Ég held alltaf með börnunum mínum. Alveg sama hvernig vindar blása, ég mun alltaf halda með börnunum mínum. Það ekki spilling, það mannlegt eðli. Og það sem að menn að rýbranda sem spillingu bara mannlegt eðli. Ef að ég verð allt í einu forseti, sko, þá ræði ég bara vini mína og þá sem ég fíla, sko. Og ég rek alla sem mér ekki að skapi. Það ekki spilling, það ekki valdhroki, það bara mannlegt eðli. Og ég var að segja við þessa trúboða hana í pólitísku flokkunum sem ég var í, ég held ég að vera í 3 eða 4 fyrir utan vikingaflokkin sem ég náttúrulega formaður í, að þá var ég að segja við menn sem voru að tala að berjast gegn spillingu. Ég sagði, þetta ekki bara mannlegt eðli sem voru að tala og það engin klárar í að díla við það heldur en Jesú Kristur, sko. Og það bara tilbúið tól til þess að glíma við mannlegt eðli og afleiðingar þess sem syndin, sko. Laun syndarinnar eru dauði og syndin bara hluta af raunveruleikanum, sko. Og út af hinu mannlega eðli, sko. Að eins og þetta með ef ég fer með börnin mín í fótbolta þá held ég alltaf með þeim. Það bara mannlegt eðli. Og það bara allt í lagi. Og heilbrigt, sko. Og þess vegna verið að nota svona orð eins og spilling og eitthvað slíkt yfirleitt bara til þess að ringla fólk og rugla, sko. Og og svo annað að það sko það svo erfitt hvað fólk mútanlegt. Sko World Economic Forum og þetta lið það notar þessa peninga sem það bara býr til sjálft úr engu til þess að múta öllum vilsum til að gera allt saman, sko. Þetta eru bara masters of the universe, sko. Þetta bara liðið sem vinnur Survivor í hvert einasta skipti, sko. Hérna góða punktur. Þegar nokkrir menn sitja þessi saman til að búa til valdakerfi sem nær ótækt að breyta út af flækju og bulli, þá ekki bara spilling, það glæpur gegn öllum hinum að vera í þessum guðarleik. Nei, það ekki rétt. Það eru allir sem eru eins og þess eins og ég spurt fólk, sko, akkur þetta að vinna? Já, því mér vantar pening. Akkur skrifar ekki bara eitthvað töl og blað? Þannig peningur búin til, sko. Að sko fólk vanda, sko, ef fólk væri klárt, skynsamt og ekki heimskingjar, þá myndi þessi kerfi aldrei ganga. Þetta eins og, ef þið skoðið svona stereotypu eins og þrælakerfið í Bandaríkjunum, þá voru semst akurþrælar og húsþrælar og svo masterar. Og þú áttaði ekki á því að þú í þessu sama kerfi, sko. Þú annarkvort húsþræl eða akurþræl. Eða hugsalega masterar, það nú sem masterar sem að horfa hérna, ég veit það, hello master. Ekki reynda master yfir mér, heldur yfir allir stóðinu, sko. Að sko, í þessu kerfi í Bandaríkjunum, þá voru það húsþrælarnir sem að lömdu og fóru illa með akurþræluna. Það voru húsþrælarnir sem héldu kerfinu gangandi. Það voru húsþrælarnir sem að refsuðu fólki fyrir að vera ekki góðir akurþrælar.
allir þrælar sko. Og það þessi heimska sem skapar aðstæðunar sem þú ert að kvarta yfir sko. Það málið sko. Og þessna sko skilir fólk ekki einu sinni aðstæðunar sem það í sko. Ég hefði haldið að fyrsta leiðin til þess að leysa vandamál eða komast út úr aðstæðum var að skilja hvað í gangi. En fólk nær því ekki einu sinni. Og verður jafnvel bara reitt út mig. Bara ég bara fíbl. Já, ok. Ég hef sagt að ég vona að ég hafi rámt fyrir mig með allt, sko. Það frábært. Ef þessi mynd hérna bara fölsuð og þetta ekkert svona. Það bara flott. Mér nákvæmlega hundskít sama, sko. Þannig að ég hef engar á að gera þau. En hérna við erum búin að fara yfir helling. Þetta komin 2 tímar. Ég ætlaði að vera hálftíma. En hérna byrjum við. Það var menn sem að treystir með sér. Já. Það blust. Þessin náttúrulega þessi ritual hérna. Eins og í Skull and Bones. Og þú treystir félagunum fyrir lífið þínu með að leggjast í kistuna. Og það eru svona ritual víða sko, eins og til dæmis hann forstjóri NATO, eða hvað hann heitir, leiðtogi Stoltenberg. Hann þurfti að fórna slatta af Norðmönnum til þess að fá vinnuna sko. Og á Íslandi hafi verið gríðarlega mikla mannfórnir til þess að fá alls konar stöður og fyrir gott veður í þessari djöfla reglu hérna sem við erum að glíma við. Og kíkjum bakan í á Screw-U. Hvað þeir að segja núna? Já, 2000 flóttamenn bara koma núna, quiz bang. Varst þú eitthvað spurður að því? Eða spurð? Ég man ekki því. Þetta lygi. Yngra fólki í Rússlandi að missa vonina, það ekkert rétt. Ráðust á almenna borgara, já, það það sem að vitnið var að enda við að segja. Það eru glæpa klíkurnar sem að Vesturveldin hafa vopnavætt. Byrjum við. Já, það ég ætla að svara þér Valdimar með þessu hérna. Það hérna, ef þið farið inn á hóksið. Nei, það þetta nefnilega virkar ekki. Ég ætla að laga það. Það situr Óli. Með Óli. Þá kemur þetta númer 2 hérna. Og ég einfaldlega skora á ykkur að horfa á þetta vídeó. Og svo myndið þið ykkar eigin skoðun. Því ég ætla ekki að það var eina sérstaklega skoðun á sem mér finnst athyglisvert það sem Óli Demigard að benda á. Mér finnst það mjög athyglisvert. Og ég skal bara gefa ykkur linkinn snakast. Það virkar að setja linkinn beint, ég manna það ekki. Þannig að ekkert eins og þið haldið. Allt hóks. Og það sem ekki hóks vitleysa og lygi. Svo það var að auka lögregluríkið. Problem, reaction, hérna solution, já. Meiri peningar. Það voru komin meiri peningar í þetta. Það nú svolítið peningi að byggja upp. Þetta er náttúrulega 100% 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
byggja upp Hunger Games þjóðfélagi tekur svolítið penning sko. En það verið að byggja upp Hunger Games þjóðfélagi þar sem að pínu lítil elita bara svona sjáði og svo allir hinir super fátækir. Og svo það Elysium. Það nú þannig að við erum með svona einhverja blöndu af þessu. Elysium, það sem að hérna upp í himninum var elitan, bjó í svona geimstöð. Það sem var búið að finna lausn á öllum vandamálum. Fólki bjó í ykkur svona hernaðarlegu helvíti sko. Og þessar myndir eru engin fiksjón, þetta bara framtíð. Þetta það sem verið að hanna. Og hérna munið að sé þessa mynd. Munið alla gerðingarnar og checkpointin og róbótana og allt þetta sko. Og þetta bara framtíðin sko. Þetta það sem við vilja hafa. Þetta svona hér lanið sem ég bý í eða fylkið. Það getur Varmlandslan eða lén og þau breyttu nafninu nýlega í Varmland region og það kemur út af þessum blautu dreymið þeirra að gera allt eins og var í þessum bíómyndum sko. Og hérna voru þeir meira sér búin að róbótavæða lögregluna. Elysium Police. Já, þið munið í Holodomor. Þið hafið heyrt Holodomor. Nú að koma Holodomor 2. Þeir að framleiða annan Holodomor. Það var sem sagt hungursneyð í Úkraínu. Og þá var, eins og þið vitið, þetta matarkista, eina stærstu matarkistum heimsins. Að hérna var sem sagt allur matur fluttur úr landi og fólki látið svelta. Sama gerist náttúrulega í Írlandi. Það upp kartöflunar, þeir átuðu það. Hérna voru sem sagt þjóðin. Allur matur var fluttur úr landi og það var talað það allir börn voru að reyna að læðast inn á agrana að ná sér í smá mat og þau voru skotin á færi sko. Og þetta ykkur 7 til 10 milljónir sem dóu þarna. Og þetta hefur þú kannski aldrei heyrt á ævinni. Því að skóliðin ekkert að tala þetta eða fréttamaðurinn, hann ekkert að segja neina fréttir nema þú komir hingað náttúrulega. En það sérst má búast við Holodomor 2.0. Það verið að hanna hann núna. Economics of þetta voru löggurnar í Elysium. Þetta voru þær og þær voru svolítið grimmar og vondir kallar löggurnar voru vondir við á þetta leikstjóri
engan áhuga á honum. En það svolítið gaman að horfa á svona og átt að sérstaklega búin að hlusta á mig, horfa á þetta eftir á. Hérna var sem sagt Elísiumið og þið heyri stundum að þegar ég talaði að menn eru Elísumeraðir, það þegar glæpamenninir í þessu þegar þeir þurfa þessir margir hér í þessari starfsemi að þeir eru Elíseraðir út í svona fyrirbæri og við kallum það Elísium eða Atlantis eða það einhver fleiri nöfn til á því. Við Guðjón vorum lengi vel að pæla í hvar Elísum. Það getur að sjá meira núna. Já, hérna. Mín kenning að Elísum hérna. Einhvers staðar hérna. Einhvers staðar hérna Elísium. Og Bermúda þríhyrningurinn, hann væntanlega einhvers staðar nálægt Bermúda, eða ekki? Sko, ég man ekki hvað Bermúda. Var hann hérna með henni? Nei. Allavega, ef þið finnir Bermúda þríhyrninginn, þá myndi ég halda að næstu beint fyrir neðan Elísium, sko. Og þá mín kenning að hér sé jafnvel kontinent, sko. Sennilega hér. Og reyndar Bermúda þríhyrningurinn. Það önnur kenning til Bermúda þríhyrninginn. Hann hérna ekki. Nei, þetta Bahamas. Bermúda. Leitum bara. Bermúda. Triangle. Það bara til hérna. Bermúda Triangle. Bú. Það bara hér. Já, einmitt hérna. Ein kenningin sú að Bermúda þríhyrningurinn sé sirka þar sem að eldflaugarnar eru skotnar að þeim skotið upp í Florida, svo fara þeir svona í boga, þeir fara upp og svo fara þeir í boga og svo beint niður og þeir skjóta þeim niður hérna sirka það sem að þríhyrningurinn sko. Og þá svona einhver skip og eitthvað fólk ekki leyft að sigla hana. Þeir eru að hirða upp eldflaugadraslið sitt sko. Og vil ekki að fólk sé að þvælast þar fyrir þeim náttúrulega. En Bermúda eyjar. Royal Navy Dockyard náttúrulega. Það svo mikið verið að plata þig og þú veist ekki raskat hvað í gangi. Það þannig svolítið. Það búið að vera mikið áhorfendum í kvöld. Þess vegna var það lengra en hálftími. Ég læt nú teygja mig svolítið. Og vitið þið hvað? Það eru fleiri og fleiri þannig að kaupa miða við inngangin. Þakka ykkur fyrir það. Frábær hvatning fyrir svona
vitlýsinga eins og mig samsæringa sem að var þetta hitt cirka 90% mark en ok, ekki kannski alveg það svona næstu 90% 97-8% hitti ég rétt í mark sem nú svolítið á móti vonminnum að hafa rámt fyrir mig með allt en hérna það leitin að Elysium þannig að ég gerði þannig sem það sjá ég gerði ranga tengingu, það engin tenging á milli Bermuda og Elysium Elysium cirka hér og hérna þannig ég að bíða eftir einhverjum hintum til að geta staðsett þetta nákvæmlega fyrir ykkur hérna Hawaii hérna fullt af litlum eyjum ef við finnið eyju hérna sem heitir Elysium látum við þetta en hérna Elysium var rosalega skemmtileg mynd að horfa á og hérna var alltaf lækning við öllu og allt frábært í þessu borg sko húsin æðislega og hugtakið Elysium gamalt sko það sem að geta verið tveir í sama rúmi en átt fullkomlega ólík líf það en Elysium sko Elysium líka grísk mythology að hérna það þessi tvískipti raunveruleiki það sem að hinir blekktu eru rændir og ekki bót fyrir raskatið á sér það hérna fólkið í örvæntingu og svo hinn helmingurinn bara í himnaríki með í Elysium ríki ekkur og hérna þetta gömul kenning eða gömul mythology og henni hefur aldrei liðið betur en akkurat núna og hérna máltakið að éta það sem úti frýs hugsanlega skírskotin til Elysium þú ert annarkvort inn í hlýjunni eða þú étur það sem úti frýs spáið það svolítið gaman það hérna það þessi mynd hérna er fólk bara fyrir utan girðinguna sjáðu alveg neyð og veikt það er biblíulegt líka fólk er mjög veikt elitan hefur alltaf eitrað fyrir almenningi gull eitur eitthvað eitt en ég man ekki alveg hvernig það heilaga þrenningin hjá mér var eða fólk í neyð fyrir utan vegginn og hérna bara Elysium þaðan kemur líka þessi heiminn og helvíti hugmyndir og hérna þannig að það snýst allt hugarástand ríki hvaða hugur ríkir ég vil þakka ykkur fyrir samfylgdina í kvöld og mun að læka og séra og bjalla og munið að kaupa miða við útganginn og hérna passið ykkur á
áróðuspötunum það býti ykkur ekki í rassinn og ég vil ítreka að ég til að opna þess meira á að fá fólk það kannski alveg hægt að skoða það og já, það þetta að hlusta bara aftur byrja bara upp á nýtt og endilega bara rannsaka allt, ekki trúa neinu og alls ekki trúa mér sko. Það ég stefnaði að hafa rámt fyrir mér allt eins og ég hef sagt ykkur en ég þakka ykkur fyrir komin í kvöld og sko ég bið fyrir Rússum og Úkraínumönnum og öllu fólki sem tengist þessum atburðum sem í dag ég geri ekki greinamun á manneskjum fólki en ég á því að monster þarf að díla við það svona mín hugmynd eða sérst mín skoðun það þarf að díla við monsterin sem eru ekki mannleg lengur og enda með átróinu sem var áðan introið og eftir sem ég horfa á oftar þá finnst mér það flottara svolítið skrítið ég svolítið skrýting allt sko og bara góða nótt og við heyrumst